Heil og sæl og velkomin í Sjónvarpsspjallið. Ég heiti Hrefna Sigurjónsdóttir og verkefnastjóri forvarna. Samkvæmt rannsóknum bæði í Evrópu og Bandaríkjunum talið að 25% umferðarslysa megi rekja til notkun farsíma í akstri. Á vef Alþjóðaheilbrigðismálastofnunar kemur fram að skert athygli við akstur vegna farsímanotkunar sé eitt stærsti áhættuþáttur kemur að umferðarslysum á heimsvísu og rekja má mörg umferðarslys til notkunar síma eða snjalltækja undir stýri. Árni Friðleifsson, aðalvarðstjóri í umferðardeild lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu, hingað kominn til að ræða þessa áskorun sem við stöndum frammi fyrir í umferðinni. Vertu velkomin, Árni. Takk fyrir það, takk. Kunnugir segja að líklega séu þessi 25% varlega áætluð. Hver þín reynsla? Já, við getum alveg tekið undir það. 25% svo segir okkar tilfinninga að þetta sé meira. Þetta þetta kannski ekki þessi alvarlegu slys, þetta eru þessi nuddárekstrar sem má rekja til þess að menn eru bara annar staðar í huganum. Já, kannski bara á rauðu ljósi og Já, og við sjáum þetta mikið í svona þeirra hægist á umferðinni. Síðdegisumferðin og morgunumferðin á höfuðborgarsvæðinu bara þannig að þá svona gengur allt sinn rólega gang en við sjáum mjög marga sem eru að missa hausinn niður og detta í símann og að skoða þá annarkvort fjölmiðla, hvað að frétta eða einhverja samfélagsmiðla og þetta getur orsakað svona þessar nuddaárekstra aftan á keyslur. Í flestum tilvikum þegar við komum á staðinn eða árekstu.is að þá viðurkennir sá ökumaður sem olli aftan á keyslunni, hann viðurkennir ekki þetta að hafa verið í farsíma. Þetta neyðarlegt að því talið að viðurkenna það að hafa verið í farsíma. Já, og hefur einhver áhrif kannski líka að það sekt? Já, það náttúrulega sekt við þessu 40.000 krónur og 1 punktur. Ekki það við erum að sjá í umferðinni náttúrulega, hvernig á einu orðið þetta, alls konar hluti sem eru ekki við hæfi. Ég teki dæmi núna bara fyrir nokkrum dögum og þá var ökumaður sem ók aftan á bifhjól í morgunumferðinni. Sem betur fyrir var það ekki slys en það var eignatjón en sá ökumaður var að mála sig í framan með maskara og varalit og þetta náttúrulega hlutur sem svo sem ekki það ekki tekið á þessu í umferðarlögum að það megi ekki mála sig. Þú mátt halda á pulsu en það tekið fram í umferðarlögum að þú mátt ekki nota farsíma. Og við verðum þá bara að fara eftir því. Það eru bara þessar reglur samfélagsins sem við verðum að fara eftir í umferðinni. Og þessar reglur, löggjafinn búin að ákveða fyrir okkur, hvort sem okkur líka betur eða að notkun farsíma bönnuð undir stýri, nema með handfrjálsum búnaði. Og við verðum þá bara sætt okkur við það. Við getum ekki haft samfélag sem þannig að ég ætla bara að setja mína reglur. Ég ætla bara að brjótast inn og ná mér í tölvu einhvers staðar af því að mér finnst það bara. Nei, akkurat. Það bara þjófnaður og það er bara reglur samfélagsins sem við verðum að fara eftir. Algjörlega, svo þetta virkir nú allt saman. Já. Lögin náttúrulega eru sett til að vernda okkur og vernda aðra. Þannig að og það líka heilmikill rannsóknar grunnur líka bak við það sem sýnir að notkun farsíma og snjalltækja truflar verulega athyglina. Algjörlega og þetta hefur verið rannsakað mjög og náttúrulega með þróun á þessum símum og snjalltækjum sem hefur orðið gríðarlega núna síðustu 20 ár. Margir sem út í umferðinni ennþá muna bara að það voru engin tæki sem gátu truflað. Svo komu þessi skemmtilegu NMT-símar á sínum tíma sem var alveg bara heilmikið tól og kassi sem þú helst upp á eyranu. En síðan að þeir duttu út að þá náttúrulega hefur orðið gríðarlega þróun.
og í dag náttúrulega eru snjallsímarnir og snjalltæki, sko, þú getur verið að horfa á beinar útsendingar og af alls konar viðburðum. Þetta náttúrulega tölva. Já, þetta bara lítið tölva og þú getur verið að gera hitt og þetta, svara vinnutengdum tölvupóstum eða á einhverju spjalli við félaga og þannig að þetta er gríðarleg þróun. Og sama tíma hefur náttúrulega verið rannsakað mjög mikið hvernig þessi þróun hefur haft áhrif á getu einstaklinga til að aka bíl. Einmitt. Það að aka bíl, það bara krefst athygli og menn verða bara að vera á, sko, svo ég fá að sletta svona aðeins bara spot on, að gera það sem þú ert að gera. Aka bíl og ég hef til dæmis mjög gaman að segja frá því að mikið af fólki sem fellur svo skíði maður sér það aldrei vera með síman á skíða niður brekkurnar af því að það er bara, þú þarft bara einbeitinguna til að vera í þessum verknaði að beygja og vera að skíða og mjög margir sem fara einmitt á skíði þeir segja að þetta er svo gott að þurfa ekki að vera í símanum. Já, þetta er bara svo að fara í sund. Þú mátt ekki vera með símana, það er bara núvitund. Já. En það er líka, sko, ef maður hugsar, það hefur séð til dæmis rannsóknir því ef að þú ert að líta 5 sekúndur á veginum og þú ert að keyra á 70 km hraða til dæmis, þá ert að keyra 100 metra blindandi. Já. Og ef þú fer upp í 90 km hraða, 125 metra, það er lengur en heill fótboltavöllur, svo ert að keyra blindandi. Þetta er náttúrulega galið að maður hugsa út í þetta. Já, ég held að margir, sko, ökumenn þrátt fyrir að ökunámið á Íslandi í dag er að benda á svona hluti fyrir unga ökumenn sem er að byrja í umferðinni, þá held ég einhvern veginn að, sko, það snjóar yfir þessar upplýsingar mjög fljótt og ég held bara að fólk átti sig ekki á þessu. Það er bara einhvern veginn, samfélagið er bara þannig að menn eru bara með síman í vasanum og svo sest upp í bíl og keyrir eins og þú segir á 70 eða 90 km hraða eins og á þjóðvegum 90 og svo bara allt í einu færðu einhverja hugdettu og þú ferð að fylgjast með einhverju í símanum, sko. Og þá ertu bara komin í þetta að keyra fleiri, sko, 20 metra á þess að vera með einbeitinguna við það sem þú ert að gera. Og þetta er bara því miður og algengt. Og maður sér oft þetta í umferðinni, sko, nú erum við komið mjög svona fullkomna bílamörguleiti sem eru með þennan Bluetooth búnað fyrir handfrjáls síntöl. En samt er alltaf höndin og stýru og síman jafnvel. Já. Þetta sér maður bara ítrekað. Já, og við erum að sjá þetta, sko, að fólk er með aðra hönd á stýri og hinn í símanum og svo er verið annarkvort að horfa á, við höfum oft verið að stöðva fólk sem er að horfa jafnvel á þætti. Já, bara og en svo er líka, sko, það sem ég svona eiginlega skil ekki hjá okkur ökumönnum sem búum á þessu landi að hvernig mönnum dettur ýmislegt í hug. Við fengum til að mynda tilkynningu fyrir nokkrum árum ökumann á leiðinni yfir Hellisheiði sem var með, sko, stóra básúnu fram í hjá sér. Hann þó ekki að spila hana? Jú, og þá komið ljós að við sendum lögreglumenn á móti og þeir stöðu viðkomandi að þá var hann sett á leið á lúðrasveitaæfingu og hafði glemt að æfa sig og ákvað að nýta þessa ferð þarna yfir Hellisheiðina til að æfa sig að spila og var með básuna í fanginu og stýrið einhvern megin líka og svo var bara verið að spila einhverja nótur og blása. Þetta er nú með íktasta sem er þetta er náttúrulega bara, sko... En þetta er ekkert frábrugð að vera í símanum? Nei, alls ekki, þetta er bara sama. Bara hugurðinn, hausinn á þér, hann er bara farinn. Já. Þannig að þetta er bara, og ég bara satt að segja, sko, ég skil ekki svona, ég get þetta ekki sjálfur að því að þegar ég er að keyra þá bara vill ég einbeita meira að akstrinum og en menn eru að gera ýmislegt þegar þeir eru að keyra. Hann hefur þá ekki sagt að stendur hvergi í lögunum að með ekki spila básu. Nei, hann vissi alveg upp á sér skömmina og en þetta er bara almennt hjá okkur á Íslandi þá verðum við aðeins að fara að gera okkur í brók með þetta. Og bara fara að einbytta okkur. Það er bara ómikið af slísum. Já. Ómikið af alvarlegum slísum með meðslum og tilheyrandi tjóni. Og sko, en ég er alveg sannfærður að Íslendingar, við getum alveg
hegðað okkur eins og við eigum að hegða okkur í umferðinni. Það alveg hægt, við getum það. Ég tók dæmi hérna núna daginn að því að það núna vor í lofti og gott veður og þá fáum við svona hinn og þessi tæki sem hafa legið í dvala veturinn út á göturnar, út í umferðina. Og nú ég ekki að tala sko bíla, ökutæki, ég að tala rafhlaupahjólin, ég að tala reiðhjól, ég að tala mótuhjól. Öll þessi tæki, þau þyrpast út á vegakerfi núna. Og vegakerfið þannig að við verðum sko, við öll sem erum þáttakendur í umferðinni, við verðum alltaf að svona taka tilliti til þessara tækja sem eru, reiðhjól, mótuhjól, rafhlaupahjól og líka öfugt þar að segja að þessi tæki þurfa að taka tillit til bílana. Ég veit límis að eins og með reiðhjólin að það hafa svona verið árekstrar milli bíla og reiðhjóla síðustu ár og reiðhjólamönnum finnst ekki nægjanlegt tekið til þeirra á móti segja hérna reiðhjólamenn að bílar þeir bara vaða yfir allt og alla og reiðhjólamenn eru náttúrulega sko óvarðir vegfarendur. Það var gaman að segja frá því að núna síðustu helgi að þá fór ég í svona smá mótuhjólaferð hérna á Vesturlandi. Vorum á 10 mótuhjólum og kerðum Hvalfjörðinn og fallegt veður og svona vor í lofti og þar mættu við mjög stórum hópi af reiðhjólum. Ég held að þetta hafi verið hátt í 80 til 100 manns að hjóla saman. Og þau hjóluðu náttúrulega hafa lítil umferð þannig að þau hjóla svona í hnapp og en þegar þau sjá að við erum að nálgast að þá fara þau öll út í hægri kant. Við hægjum á okkur og förum út í hægri kant náttúrulega akrin og móti þannig að það varð mjög gott bíl á milli þessara hópa og einhvern veginn svona rúlluðu bara þessir hópar fram hjá hvorum öðrum og allir sáttir. Já, bara heilbrigð skynsemi og tillitssemi. Og þetta ég svona að vonast til þess að verði kannski svona daldið hugsunarhátturinn í sumar að það séu allir þáttakendur í umferðinni og allir að taka tillit til hvers annars. En það kannski ekki síst mikilvægt sko, við erum að tala náttúrulega svolítið mikið farsímana, að í þessari blönduð umferð þá jafnvel enn brýnna að þú sért með athyglina á því sem þú ert að gera. Algjörlega, því að það sko það að vera í símanum, annarkvort þá að spjalla við vini eða horfa á einhverja framhaldsþætti, tekur þessa athygli frá þér sem þú þyrftir annars ef það væri rafhlaupahjól eða reiðhjól eða mótuhjól að koma og þvera veg fyrir fram að þig. Og líka verið með börn svo mikið á þessum tækjum. Börn í umferðinni. Það það þannig að börn náttúrulega eru á reiðhjólum og þau mega þvera götur á gangbrautum og þannig að við sem ökumenn og svona almennt skynsamt fólk við bara verðum að hegða okkur þannig og hætta að nota þessa farsíma og þessi snjalltæki. Þetta náttúrulega, það öll skynsemi og ég veit alveg að flestir ökumenn eru þannig bara, vilja ekki nota þetta. Nei og ég meina kannanir samgöngustofu sýna það. Algjörlega. Fólk almennt nánast 100% sammála að þetta stórhættulegt, þetta hættulegt. Og kannski, helmingurinn segir stórhættulegt, samt alltaf eitthvað 20, 30, 40% sem eru að og þess vegna finnst mér líka mjög sko sérstakt að heyra alltaf viðkvæði þegar við erum að stöðva fólk sem er í símanum, að tala í síman og með hann bara upp í eyra og að þá kemur mjög oft í að það var hringt í mig. Já, eins og þú verðir bara. Já, það sé bara lagaleg skylda að svara sem það ekki. Nei. Þannig að hérna á höfuðborgarsvæðinu flestar ferðir sem fólk að fara á ökutækjum á milli staða taka svona 5 til 8 mínútur. Þannig að það ekkert svona mikilvægt. Nei, bara slepptu því að svara og hringdu þá bara aftur og hérna. Talandi það, nú eru nýjir símar flestir með svona stillingu sem heitir driving mode, sem eins konar aksturstilling. Og þá getur þú stilt símaði þannig að þegar þú fer í bílinn og þú tengist Bluetooth-græðunum, að þá fer síminn í svona eins konar akstursham, sem bara svipað á flugstilling, og það líka þetta að stilla skilaboð, þannig að sá sem að ná í þig fær bara skilaboðin, ég upptekin í augnablikinu, ég að keyra, svara þér því ekki með áfangastað, eitthvað slíkt. Og nú hef ég verið að svona prófa í kringum mig að tala þetta á einhverjir sem hafa verið að prófa þetta
og nær undantekningarlaust segir fólk bara, vá, þetta bara rosalega léttir. Að allt í einu ekki þessi pressa einmitt á að fá okkur tilkynningar og skilaboð sem þarf að svara. Ég bara fæ í friði og það allt í einu bara notalegt að vera í bílnum. Þetta mjög, mjög gaman að heyra að það sé til ennþá fólk sem vill bara hafa það notalegt í bílum. Já, heldur að við getum komið þessu eitthvað áfram? Já, algjörlega. Og kenna fólki á þetta? Já, ég er talsmaður þess að fólk algjörlega noti þessar stillingar. Í dag, ég held að þetta þurfi bara, þurfi tíma til að síast inn einhvern meginn, þannig að eins og í dag þegar við erum að fara í millilandaflug eða innanlandsflug, þá sér maður bara fólk sest í sætið sitt borðið í vélinni og það bara tekur upp síman og setur hann á flugstillingu og setur hann svo í vasan eða í töskuna sína og ekkert að spá í þetta. Já, það sannarlega lengri en 8 mínútur. Já. Og ég held að þetta komi til með að verða þannig að fólk muni nota þessar stillingar í meira mæli. Síðan held ég að svona í framtíðinni, ef við erum að horfa alltaf svona til framtíðar, þá verður þetta bara einfallega þannig að þegar þú sest upp í bíla þá mun bílinn bara blokkera síman. Já, bara stræka á hann. Já, hann bara, þessi snjalltæki bílinn sjálfur sér að setja þessi tæki í svona silent mode eða þannig séð. Þannig að og þetta sama með framtíða bíla, ég meina okkur tíðir oft í að lögreglunum hraðakstur. Framtíðar bílar eru einfallega þegar þú kemst ekki hraðar en leyfilegur hámarkshraði leyfir á hverjum stað fyrir sig. Já. Þannig að ef það er 30 km hámarkshraði þá bara getur ekkert keyrt bílinn hraðar. Einmitt. Þeir náttúrulega eru byrjaðar að lesa skilti og Já, og svona greina umhverfið. Greina hvað má og hvað má ekki og þá bara leyfir bílinn þeir ekkert að fara hraðar heldur en viðkomandi hámarkshraði er auglýstur. Dálítið sorglegt samt að bílarnir þurfa að hugsa fyrir okkur. Já, en einhvern veginn þá erum við komin á þann stað. Já. En svo veltum maður því fyrir sér einmitt. Fólk greinilega meðvitað þetta er hættulegt, maður ætti ekki að gera þetta. Gera það samt. Er fólk að ofmeta eigin hæfni eða hvað veldur því að fólk ekki að framfylgja sínum skoðunum, ef svo maður segja? Já, þetta er mjög áhugaverður punktur. Því að, eins og þú segir, ég veit að Samgöngustofa hefur gert kannanir þar sem nánast yfirgnæfandi meirihluti ökumanna er alveg sammála því að þetta er bæði hættulegt og náttúrulega, þetta er lagaákvæði sem bannar þetta. Já. En svo einhverjum vegna þegar sama fólk er kannski búið að svara þessari spurningu á þennan hátt og þetta fólk sest síðan upp í ökutæki að þá virðist það vera bara fljótt að gleyma. Og ég vil líka meina að við erum einhvern megin erum við komin á þann stað í lífinu og tilvörunni að hraðin er mikill og við viljum maður vill eiginlega vera upplýstur allt sem gerist nánast bara þegar það er að gerast. Já. Þannig að þetta hefur mikil áhrif. Við erum að sjá til dæmis því miður, og nú segi ég því miður að því að þetta er bara háalvarlegt mál, við erum að sjá ef það verður umferðarslys einhvers staðar, þá erum við að sjá myndir komnar inn á samfélagsmiðla bara mjög fljótlega. Jafnvel bara þegar ef fólk slasast illa og það er ekki búið að fara með viðkomandi aðila sem er slasaður í burtu, þá eru komnar myndir á samfélagsmiðla. Oft teknar af ökumönnum sem eru að keyra framhjá. Og þetta er eiginlega bara, þetta á ég alveg afskaplega erfitt með að bara ræða og skilja. Og það sem ég skil ekki er að vera að keyra framhjá slysavettvangi og þurfa að taka upp síman til að taka mynd af fólki sem er kannski á versta stað í lífinu. Já, bara harmleikur í. Já, og illa slasað og til þess að setja þetta á samfélagsmiðla. Þetta er ofar mínum skilningi. Og náttúrulega mikið tillitsleysi við fólk og aðstandendur. Tillitsleysi en við höfum hjá lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu, ef við verðum vitna að þessu, þá reynum við eftir fyrir næsta megni að stoppa viðkomandi og kæra hann fyrir notkun farsíma.
Þannig að fólk hefur fengið sektir fyrir að gera þetta. Talandi það, eru það að sekta mikið? Já, það alveg sektað reglulega og þetta svona ýmist, svona síðustu ár eru verið að sekta svona í kringum 1000 manns fyrir að nota farsíma við akstur. Þannig að þetta svona áraskipt stundum 700 upp í 1300 og það alveg, það verið að sekta töluvert fyrir þetta. Þetta sko, nú náttúrulega sitt sínist hverjum hvort að sektin há eða ekki. Þetta eru 40.000. Já. Ég verð að koma að fyrir breytingu umferðarlaga þá var sektin mun lægri. Já, 5.000 kall. 5.000 krónur sem mönnum þótti lítið tiltökum mál þá að greiða en núna sektin orðin 40.000 og svona þetta rífur í einhverjum tilvikum hjá einhverjum en svona heilt yfir þá finnst mér að það var persónulega að sektir mætti vera hærri. Já, heldur það myndi hafa áhrif? Já, sektir hafa áhrif. Já. Það ekki að mynda því ég var að minnast á það áðan að nú voru í lofti og svona sumari aðeins farið að kíkja á okkur. Laga ákvæði með nagladekk núna á fólk að vera farið af nagladekkjum. Einmitt. Og það sektar ákvæði sett upp á 20.000 á hvert dekk. Flest allir bílar sem ég þekki eru með fjögur dekk. Já. Þannig að þetta 20.000 krónur hvert dekk, þannig að þetta 80.000. Og það bara dágóð upphæð og í talum þær fjölskyldur sem eru kannski með 2 eða 3 bíla. Algjörlega, þetta munar. Það munar þetta, þannig að og það svona það sem löggjafinn hugsaði á sínum tíma hafa sektirnar þannig svona að það rífi í upp á þá að fólk sé meðvitað að reyna að forðast sektirnar. Og það eins og með farsíman að þessi sekt var hækkuð ágætlega á sínum tíma til þess að fólk myndi hugsa sér tvisvarum. Og ég man alveg eftir þegar þetta nýja sektarákvæði byrjaði að þá sektuðu við og það maður fann alveg marktækan mun að það voru færri sem voru að nota síman. Já. En síðan núna einhvern meginn þetta bara aftur því miður. Já, það alltaf að vera hamra á því sama náttúrulega, en svo líka þetta, ég minna þetta var 2018, það er liðin 6 ár. Já. Þannig að það því miður svona, við erum að sjá aukningu aftur að fólk að nota símana og þá spyr maður sig, það því að sektin ennþá 40.000 og hefur ekki haldið í við launaþróun? Já. Eða bara fólk orðið einhvern meginn meira saman þetta og borgar bara sektir Já, og svo má ekki gleyma því að þetta eru tækin hönnuð til að húka okkur, sko. Við eigum að ánættjast þeim eða það því miður svolítið hugmyndin, allavega með samfélagsmiðlunum. En nú ég að spá líka að því að fólk telur þetta almennt hættulegt. Það kom samt fram í könnuninni að það ein hegðun sem fólk telur ekki hættuleg í þessu samhengi. Og það að stjórna tónlist í símanum. Það svolítið áhugavert. Já, þetta mjög sérstakt einlega, sko, að við sem manneskjur við erum alveg sammála að þetta hættulegt, en svo einn hlutur inni sem, sko, við teljum vera minna hættulegan heldur en eitthvað annað, sko, sem eitt af því svona sem að skilur ekki alveg í mannlegri hegðun, en það stýra tónlist í símanum, það tekur athyglinna. Þú ert að fara í svona annan gír í höfðinu og tekur athyglinna frá akstrinum. Við höfum því miður dæmi sem við séð ellendis frá þar sem mjög alvarleg slys hafa orðið. Ég minnist þess að flutningabílstjóri var að skipta lög í símanum og misti síman og var að teygja sig niður til að skipta lag aftur og keyrði á sitt fjölskyldu þar sem það létust 3 eða 4 minn mig. Þannig að það eru dæmi mjög alvarlegar afleiðingar af þessari hegðun. Já. Og þess vegna maður líka svo hissa, sko, að fólk sé teljið þetta að vera svona minna hættulegt, sko. Það eitt af því sem maður skilur ekki. Já, einhvern veginn,
og maður veit hann bara sjálfur maður að finna lag, höfuðið dettur inn í og athygling bara þú komin út fyrir aksturi sko, þú ert bara komin í annað sko. En þetta fyrir rakleitt yfir 50% í síðustu könnun, þessi hegðun, hún er á uppleið. Mjög hátala og það sem er verra er að hún er á uppleið. Já. Getur verið að því nú ég held að við öll vitum upp á okkur sökina, hafa eitthvað tíman fiktaði síman en við áttum ekki að gera það. Getur verið af því þetta er svo algengt að þá einhvern veginn hugsi fólk að ég er ekki svo eini sem er að þessu. Já, það er náttúrulega það er alveg til í þessu og svo hef ég líka sagt sko, það eru margir sem segja sko, já það er svo lítil umferð núna. Já, við erum að stoppa fólk sem er í símanum á nóttunni og það er svo lítil umferð. Þetta skiptir engu máli. Já, þannig fólk ætla bara að fara að setja sínar eigin reglur. Já, ég svona spyr mér oft að sjálfa því eftir viðræðu við þessa ökumann sko, eru umferðarlögin virkaðu bara milli 8 og 16. Er rautt ljós eitthvað annað á nóttunni? Já, eitthvað umdeilanlegt. Já, bara, þá er þetta bara ljósvitt. Já. En staðreyndin er að löggjafarvaldið á Íslandi setur lög. Já. Og þau lög gilda allan sólarhringinn. Nema annars sitt ekki fram. Einmitt. Við erum með dæmi sko allir í umferð víða ellendis og ég tek dæmi bara Svíþjóð, þar er sko hámarkshraði fram hjá skólum 30 en svo klukkan 18 og inn í kvöldið þá leyfa þeir kannski 40 þannig að það er, þú veist það eru dæmi það að svona hraða reglum er breytt eftir því bara á hvaða tíma sólarhrings það er. Já. En það er ekki á Íslandi og ákvæðið í umferðarlögum farsíma gildir bara 24 tíma. Einmitt. 365 daga ársins. Það er ekkit minna, sko, það er ekkit þetta að segja, sko, já, aðfangadaga þá meigu við. Nei, akkurat. Skilur það, því þá var allir í jólaskapi, sko. En nei, þetta bara gildir. Það er bara, lögin segja, þetta er hegðun sem er ekki samþykkt og þetta er bannað og það er sektarákvæði við þessu. Það er einn punktur fyrir þetta og í punktakerfið er ennþá við líði hjá okkur og það er ökumenn sem fara yfir ákveðið magnpunkta geta fengið ökuleyfissviptingu. Þannig að það viðurlögin, bæði sekt og punktur er til staðar. Þannig að við verðum bara sem ökumenn að fara eftir þessu. Það er bara ekkit annað í boði. Já. Vandi það sektirnar og er einhverjar vangaveltur hjá löggjafanum að breyta þessu eitthvað? Ég hef ekki heyrt það, en ég veit að í þessu tilviki eru það ráðuneytin og samgönguráðuneytið og dómsmálaráðuneytið sem fara með þessi sektarmál. Ég veit að þetta er endurskoðað reglulega. Já. En sektarákvæðin, sektarreglugerðin sem var gefin út í tengslu við nýju umferðarlög 2019, hún er ennþá í gildi og hefur ekki verið endurskoðuð svona í stórum dráttum. En þetta er náttúrulega til í svona sífellu skoðun ef við getum orðað þetta þannig sko. En bara það, þú veist, sektin fyrir að tala í farsíma án handfrjálsbúnaðar, hún er 40.000 krónur. Búin að vera það núna í einhver 6 ár og ég þætti ekkit óeðlegt að þetta yrði svona skoðað eitthvað aðeins. Já, bara í takt við tíman. Já. Sko, ef við skoðum slysatölur fyrir bara síðast ár, 2023, þá slösuðust 190 alvarlega í umferðarslysum á Íslandi og 7 létust. Og því miður fer þetta ár ekki vel á stað hvað það varar. Nú ef við myndum taka þessa tölu út frá þessum rannsóknir sem við erum að tala þessi 25% bara og prófa að leggja þau þarna yfir þessa tölur. Þá má ætla að hátt í 50 færri væru alvarlega slasaðir og 2 þeirra sem létust væru á lífi í dag ef ekki væri fyrir farsímanotkun í akstri. Þetta er galið. Já, maður setur þetta svona upp, það vekur maður óneitanlega til umhugsunar. Ég veit það. Og þessi tala sko alvarlega slasaðir og mér finnst þetta sko, við bara
getum ekki sætt okkur við ár eftir ár að séu alltaf hátt í kringum 200 mann sem slasast alvarlega. Nei. Og við sættum okkur við það ár eftir ár eru þetta 6 til 12 manns að látast í umferðinni. Já. Mér finnst þetta bara, afsakið orðbræði, mér finnst þetta bara galið að við séum bara samþykja þetta sem samfélag. Þetta veit ég að við erum ekki að samþykja þetta. En einhvern veginn þá bara eru þessar tölur ár eftir ár, þetta háar og þetta er náttúrulega, jú, þetta er hægt að segja sko, við búum hérna á þessu landi þar sem er hálka og ísilaðir vegir á veturnar, en það er ekki bara hægt að skella skuldinni á það. Það er bara hegðun okkar sem ökumanna. Við getum breytt því, við getum ekki breytt veðrinu. Nei, við getum breytt þessu að ákveða að keyra úr hratt eða taka fram úr eða vera í símanum. Eða vera í símanum. Það er eitthvað sem við getum breytt og við getum ekki breytt veðrinu, þannig að við skulum bara setja það bara til hliðar. En reynum við þá að breyta því sem er hægt að breyta. Einmitt. Og það er eins og þú segir, þessi ákvörðun hvernig ætlum við að keyra, hvernig ætlum við að hegða okkur, hvernig ætlum við að bara taka tillit. Já. Það er eitthvað sem við getum gert. Og við höfum svolítið verið að leika okkur með, mér finnst dálítið sterkt að tala að aka undir áhrifum farsímans. Því við höfum talað að aka undir áhrifum vímuefna og eitthvað, en við erum vissu leyti á valdi einhvers annars þegar við erum að aka undir áhrifum farsímans, það er að segja, við erum að fikta með tæki þegar við erum að keyra. Og þetta hefur áhrif á viðbragðstíma, hemlunarvegalengd, hvort þú heldur þig á rétti akrein eða hvað, bara ýmislegt. Þú verður einfallega bara miklu verri ökumaður. Já. Ég tek algjörlega undir það. Er ekki líka bara hægt að einhvern veginn, svona fá fólk til að hugsa líka bara, gefðu nokkrar sekundur, undirbúði aðeins áður og fer af stað? Já. Ég meina það er alveg hægt sko að vera búin að finna til einhvern lagalista sem þú ætla bara að láta spila á meðan þú ert að keyra. Og svo er líka bara hægt að taka með þetta ákvörðun, ég ætla bara að setja síman á silent eða driving eða hennar akstusham. Já, þá þarfst ekki eins og, ef þú ert búin að stilla það, þarfst ekki að hugsa, það gerist. Þá er þetta bara farið, skilur, og ég held að við verðum bara, og þetta er áróður af hennu góða, en það verða að vera einhver viðurlög líka, en ég held að við sem samfélagi við verðum að taka okkur á í þessum efnum, sko. Og ég sko, þetta er ekki bara, Nú ætla ég svona að fara aðeins inn á svona meira skemmti efni. Ökumaður sem er að keyra, við höfum séð þetta og þetta er eiginlega bara, þetta er afskaplega fyndið og við höfum séð þetta mikið af lögreglumönnum okkar sem eru á mótorhjólum sjá þetta. Það er að þeir keyra upp að hlið ökumanna sem eru í símanum og skömmin er svo mikil. Já. Þannig að símanum er hent. Já, bara í burtu. Og það var í eitt skiptið, ég man eftir að þá var eitt foreldri að tala í síma og börnin 2 aftur í. Og þau náttúrulega voru bara í stór hættu því að síminn flaug bara rétt hjá þeim. Já, bara, þá var skömmin bara svo mikil að og bara símanum er hent og lendi næstu í hefði á ungu barni aftur í, sko. Og þetta sér maður mjög oft. Fólk er með síman og svo er þið að henda þessu og niður á gólf og því að það vita allir. Já. Að þú mátt þetta ekki. Svo kemur lögreglan og upp að þér og það sem þú ert í símanum, þú ert að gera eitthvað rangt, þú ert að brjóta eitthvað að þér. Þá verða viðburðin oft skondin og svona, já. En sko í endana þá er þetta alvarlegt mál. Einmitt. Og við höldum okkur þar, en ég hef alveg, Íslendingar upp til hópa eru góðir ökumenn. En það þarf stundum svona aðeins að bæði í góðu og líka með svona hinn langi armulagana þarf stundum að taka til sín og það þarf svona, og ég held núna svona smá vitundavakningu. Hættum þessu bara. Já, líka eins og segir,
það talsvert að sektum, en maður heyrir engan taluða, fólk skammast sín fyrir þetta. Það verður enginn fengið sekt fyrir að tala í síma. Nei, þannig það kannski bara betra að losna við skömmina. Já. En við töluðum reyndar líka handfrjálsbúnaður löglegur. Já. Og og það kemur líka fram í þessari könnun og fólk telur það minna hættulegt að tala með handfrjálsan búnað. Hins vegar eru svona erlendar rannsóknir að segja okkur að það sé líka alveg áhætta. Já, sko, erlendar rannsóknir sem hafa tekið á þessu niðurstöður og þeim benda til þess að það fyrst og fremst sko að tala í síman við einhvern, ef ég væri að keyra í og nota handfrjálsbúnað og væri að tala við þig, þá það símtalið. Það sko talið sjálft sem að færa einbeitinguna frá mér. Þannig að það bendir til þess að notkun síma án handfrjálsbúnaðar áhætta. Já, það þessi huglæga vinna sem í gangi. Já, ég ekki í núinu að keyra og ég veit að margir ökumenn sko, margir sem ég þekki sko, þeir leggja á stað heiman frá sér og fara í vinnuna og eru kannski þetta 8-10 mínútur á leiðinni og þetta bara einhvern veginn svo bara stoppaður fyrir utan vinnuna og þeir veit ekki sko, mun ekki neitt eftir aksturinn. Bara sjálfstýringu? Já, þú ert bara svona í einhverjum kóma að keyra þessa leið og mun ekki einu sinni sko, já, hvernig þið komust, við mun ekki í hvaða gír þeir fóru eða þeir eru á beinskiptum bílum eða, þannig að þetta svona, þetta verður og maður sér þetta sko, og þetta gaman líka að upplifa þetta þannig að maður sér unga ökumenn sem eru nýbúnir að fá ökuréttindi, þeir eru í mörgum tilvikum mjög meðvitaðir aksturshegðun sína. Já. Bara þeir eru að fara frá A til B og þeir vita nákvæmlega hérna á ég að gefa stefnuljós og hérna á ég að hægja á mér og það mjög gaman að upplifa þetta en svo eftir því sem árunum fjölgar að þá bara þetta þannig bara, heyrðu, nú ég að fara bara þessa leið og ég man ekkert hvernig ég komst hingað. Nei, við þurfum meiri núvitund í... Já, við þurfum dálítið að sinna okkur en þetta bara umferð alveg sama í hvaða flokki við erum, hvort við erum á reiðhjólum, rafhlaupahjólum, bifhjólum, fólksbílum, svo erum við með vörubíla, við erum með sendibíla, þetta alveg gríðarlega margir flokkar í umferðinni og það alveg í sama hvaða flokki við erum, við þurfum bara að vera vakandi þegar við erum að keyra. Já. Þeir sem eru á reiðhjólum, þeir þurfa bara að fylgjast með allir litlu grjóti og hólum og öðru, mótuhjólumenn þurfa að fylgjast með eitthvað í vegakerfinu sem orsaka það að ég verða að vanda mig aðeins, ég meina olía á veginum, sandur, þú ert með tvo nógastóra fleti sem veggrip, þannig að þetta bara, það eru alls konar hlutir í umferðinni sem menn þurfa að vera bara vakandi. Já. Og allt sem truflar, farsími, snjalltæki, þetta deyfir þessa athygli sem við þurfum að hafa. Básúna, maskari, jafnvel pulsa, þó hún sé góð. Já, þetta hefur allt áhrif. Já, þetta hefur allt áhrif og jú, þetta sko, ég ekki að segja það ef ég að fara að keyra með fjölskyldun minni að þá bara segi ég bara nú þögna því ég þarf að einbeita mig. Þetta getum við alveg átt í samskiptum við hvort annað í bílnum. Og virkja jafnvel þá sem eru með þig. Já, ég meina, þú veist, og ég veit og ég bara tek dæmi þegar lögreglumenn eru að vinna, þá eru þeir í mjög mörgum tilvikum tveir saman og það sko sá sem keyrir, hann að reiða sig á þann sem með honum líka í umferðinni. Já. Því það eru bara, staðreyndin að 4 augu sjá meira heldur en 2. Einmitt. Nú eru Sjóvá og Samgöngustofa, við erum að ráðast svona í sameiginlegt átak í þessum efnum, að reyna að fá fólk til að nota ekki farsímyndastýri. Og við höfum velt í fyrir okkur ef við náum að breyta þessum 25%, það væri náttúrulega stórkostlegt afrek. Sammála því. Og það vefur sem við ætlum að setja í loftið núna,
bráðlega, mögulega komið þegar þetta talað, skjáhætta.is sem svona ekki bara skjáhrifin sem við erum að tala um skjáhættu sem í raun þessi áhætta sem þú tekur með því að ákveða að vera í tækinu. Og þarna inni eru bara alls konar góðar ábendingar. Við viljum endilega biðja fólk að kíkja á þetta og velta þessu fyrir sér og dreifa boðskapnum. Því þessi slys, þau eru náttúrulega ekki bara gríðarlega kostnaðsöm, tjón kosta. Það sem verra er náttúrulega harmleikurinn og heilsubresturinn sem að getur hlotist af ef fólk slasast illa eða deyr. Algjörlega samanlega þér og eins og með slísin það sko, ég hef oft sagt sko, ef við erum að koma á vettvang það sem hefur orðið árekstur og við byrjum alltaf á því að ganga úr skuggum að það sé ekki slís á fólki. Og ef svo ekki að þá hefur maður stundum upplifað að fólk í svona tilfinningarlegu uppnámi að því að bíllinn beyglaður en ég hef alltaf bent á að bílar finn ekki til. Nei, einmitt. Þannig að þú getur sparkað í bíl og þú farið engin viðbrögð frá honum. Þú myndir fá viðbrögð frá mér ef þú myndir sparka í mig af því ég finn til. Þannig að tjónið sem verður á ökutækjum, bílum eða öðrum tækjum sem eru í umferðinni, látum það bara, við erum ekkert að spá í það. Þetta fyrst og fremst þetta tjón sem verður á okkur, slys, það það sem við viljum svo innilega minnka. Af því að þetta bara, ég hef starfað í lögreglunni núna í 36 ár og verið í þessum umferðarmálum í 30 ár og ég bara því miður hef komið að allt á mörgum slysum sem hafa verið mjög alvarleg þar sem fólk að glíma við afleiðingar í langan tíma. Eitt dæmi að ungur ökumaður fyrir hartnær 20 árum gerði þau mistök að hann fór yfir á rauðu ljósi og keyrði á gangandi vegfaranda og gangandi vegfarandinn lést og ég fór í þetta slys og á endanum að þá var þetta þannig að ég fór með þessum ökumanni í sjúkrabíl upp á spítala hélt í hendina á honum að því að hann fékk bara taugaáfall og hitti hennan ökumann núna bara fyrir 1 ári síðan og hann kom til mín og þá hann ennþá að hugsa þetta. Já, ég skil það vel. Upp á hvern einasta dag sagðan að þá ég að hugsa þetta slys sem ég olli. Já, þetta bara svona punktur í lífinu sem greiftur. Hugsaður þetta á hverjum degi og náttúrulega bara áttu mjög erfitt eftir þetta. Þannig að hvert einasta slys, það sem fólk slasast og alvarlega, það hefur bara áhrif sko á líf svo margra og þess vegna verðum við að reyna að minnka þetta sko til muna. Líka oft þessi skilaboð svona sem verið að senda. Þetta ekkert sem skiptir máli, bara hvað á að vera í matinn í kvöld eða eitthvað. Þetta og eins og ég segi sko, 5-10 mínútur þessi skilaboð mig alveg koma til mín eftir 5 mínútur sko. Ég þarf ekki að fá þetta akkurat á þessum tíma. Fer ekkert á hliðina. Nei. Svona lokum, bara við drögum þetta svolítið saman. Svona ef þú mættir taka saman nokkur góð ráð, hvað myndirðu leggja til fyrir fólk í þessu samhengi, bara við örstutt? Sko, í draumaheimi mínum, þá væri bara ekkert farsímakerfi til. en það víst ekki svoleið, sko. Eins og ég segi, sko, að draga saman einhverja punta og leggja til við fólk, það bara fyrst og fremst þetta vera meðvitaður að þetta ekki leyfilegt. Já. Og í framhaldi af því að vera meðvitaður að þetta getur bara valdið slysum, hættu og það að ákveða að nota síman í akstri, snjall síman og annarkvort þá taljan eða vera á samfélagsmiðlum eða vinnupóstunum
þetta ákvörðun sem hver einstaklingur tekur og hann veit að þetta má ekki. Já, þarna geti akstursstill ekki mögulega aðstofa fólk við að stýra hegðuninni. Og það sem mér finnst líka sko það að taka þessa ákvörðun að, þú veist, ég er að setjast upp í bíl og keyra, ég setja á mig belti. Það er sem Íslendingar eru mjög og það er prósentutala sem notar belti. Og það var átaka sínu tíma. Akkurat, og mönnum finnst þetta ekki tiltöku mál. Einmitt, nú gerir þetta allir. Já, maður gerir þetta bara ósjálfrátt og þú sest inn í bíl og kveikir á honum og setur á því beltið og ert bara fyrirmyndar ökumaður. Svo ákveður að fara í símann, sem bannað. Þetta er bara lagaákvæði sem segir og meir þetta ekki. Og ég hugsa oft sko, ok, ég meina fyrsta menn ökumenn eru að ákveða þetta. Hvernig verður þá virðing fyrir öðrum lögum? Já, einmitt. Á hvaða tímapunkti hugsa ég, ég er að brjóta lög með að vera á símanum, svo er ég á rauðu ljósi og bara, ég ákvað líka bara að brjóta. Nenni ekki að bíða. Já. Þannig að þetta ég er ekki að segja að allir íslendingar séu að hugsa svona. Mörgur bjánar. En þetta bara þannig að þú tekur með þetta ákvörðun að brjóta lagaákvæði umferðarlaga með því að nota símann við akstur. Og þess vegna ég alltaf dálítið hræddur, ok, ef menn ákvæða þetta, hvernig þá virðing fyrir öðrum lögum? Dóminó áhrifin. Já. Af því að þetta, veist, við erum bara með því miður tölur sem því miður eru þessar tölur að sýna okkur að þetta að valda slysum. Við vitum það. Já, þetta er ekki vafa á því. Þetta er bara þekking sem nútíma maðurinn er búinn að rannsaka, sko. Þannig að það er þetta sem mér finnst svo mikilvægt að hver og einn ökumaður, þegar hann sest upp í bíl, ákveður að setja á sig bílbeltið, sem gríðarlega stór öryggisþáttur í bílnum, en svo bara nokkrum sekundur seinna ákveður hann að brjóta annan öryggisþátt. Og hætt að fylgjast með. Já. Veist, þetta er svo einhvern veginn meikar ekki sens. Nei, þetta er bara einhvern veginn svona, veist, ég ætla að vera löglegur, en svo ég hættur núna. Svo maður kemur með jákvæðan punktin í það. Það er þetta með að eiga, í staðin fyrir þetta stress og hamagang, að eiga bara gæðastund í bílnum. Já, ég held að við Íslendingar verðum að fara svona aðeins að setja okkur í annan gír. Ég tekið dæmi undanfari. Ég fór erlendis ónefnt Asíuland núna fyrir nokkrum vikum og mér fannst mjög gaman að upplifa það að eins og í umferðinni þar var bara, veist, menn voru að tróðast og einhvern veginn umferðin mikil en það var aldrei neitt svona. Það var aldrei vesen. Það hefur örugglega verið áhugavert fyrir umferðarlögreglu. Já, þetta var erfitt aldrei fyrst, sko, en þetta var svona, umferðin var aldrei svona kaos og ég fór jafnvel að hugsa, sko, kannski bara betra að við séum bara að hafa kaos. Já. En það sem eiginlega sló mig mest var, sko, í þessu landi, þá voru allir svo glaðir, kurteisir og lifðu bara dálítið í núinu. Já. Svo kom maður hingað heim og daginn eftir ég kom heim og þá fór ég bara mína hefðbundna leið í vinnu, hlustaði á morgunútvarp og það voru bara allir tuðandi. Já. Það var alltaf svona og ég maður upplýði sko bara, eru við að hafa það svo gott á Íslandi að við bara þurfum að tuða út af einhverju, bara öllu og einhverju. Hvað þjóðar íþrótta tuða? Já, þannig að en jú, þetta er hægt að segja ýmislegt. Til dæmis á mótnana, ég sest í bílinn, set á mig beltið, kveiki á hljóðbókinni sem ég er að hlusta, er búin að gera þetta klárt. Nú náttúrulega er ég að monta mig lögguna hvað ég er dugleg, en ég hlakka til. Já, þetta er bara mín stund. Bara þín stund. Leðin í vinnuna og bara í róleheit. Já. Og ég er með síman á driving mode, það kom enga tilkynningar, ekki neitt. Og þetta er bara þægileg ljúf stund sem að mér stórið bara tilhlökkuna. Já, þetta er bara eins og þú segir að geta bara átt þessa, sko, og þetta er kannski liður í miklu stærra
samhengi sem kannski bara heilbrigðisyfirvöld þurfa að fara að skoða, sko, að menn hérna geti átt bara sína stund og þurfi ekki alltaf að vera eitthvað, hvernig að orða þetta, entertainment sem heldur okkur einhvern veginn á tánum. Já, uppteknum. Já, bara hérna geta, og ég hef oft sagt það, sko, að þegar menn, menn og konur og þegar menn kunna láta sér leiðast, þá held ég að menn séu bara ágæti stað í lífinu. Já, það eru bara ágæti slokor. Ég held að okkar ráðin nótskurn er það ekki bara að gefa sér örlítið meiri tími en minni? Jú, og bara og sérstaklega því að það sem við erum búin að spjalla undanfarið svona er þessi farsími og hegðun í umferðinni. Að það, eins og ég segi, sko, það er bara verum hérna góð fyrirmynd fyrir aðra. Þetta er óskup einfalt þannig séð, þegar þú ert að keyra þá átt að vera með fulla athygli, þú átt að vera með belti spennt, síminn á ekki að vera hérna að trufla þig og þetta er ekkert, sko, þetta er engin geimvísindi. Nei, í raun ekki. Nei. Þannig að bara allavega frá okkur í lögreglunni, það er hérna, við fögnum þessu átaki ykkar og samgöngustofu og hérna og hlökkum til að fá að skoða vefinn þegar hann kemur í loftið og hérna og óskum bara öllum vegfarendum í umferðinni velfarnaðar og vonumst eftir því að þurfa ekki að ræða við þá. Já, takk kærlega fyrir komin í Sjónvarpsspjallið, Árni, og gangi þér vel í þínum störfum. Takk hérlega, takk.